Sú þjóð í myrkri gengur, sér mikið ljós. Dýrð sé Guði. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Látum oss biðja. Almáttugi Guð, sem ert uppspretta allrar gleði og friðar, og boðar oss enn að nýju hinn mikla fögnuð að oss frelsari fæddur. Gefa þér tökum á móti honum þannig að hann megi fagna oss þegar hann kemur í dýrð sinni og taka oss inn í friðarríkis þitt. Hann sem sonur þinn eilífur Drottinn vor og með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Eilífi Guð og Faðir, við biðjum þig að helga þetta altari og blessa allt sem hér skal minna á og mikla þitt heilaga nafn og þínu orði þjóna. Við biðjum þig einnig að blessa þessa stofnun og alla sem henni stjórna og henni vinna. Þú sem ert viskan og mátturinn, miskunnsemin og lífið, stjórna þú verkum mannanna, svo að þau efli hið fagra, sanna og góða og þjóni þínu ríki fyrir Drottinn vorn Jesúm Krist. Amen. Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes.
Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Það var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir eru gjörðir fyrir það, og án þess varð ekkert til sem til er orðið. Í því var líf, og lífið var ljós mannanna, og ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið hefur ekki tekið á móti því. Maður kom fram sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Þessi maður kom til vitnisburðar, til þess að vitna ljósið, til þess að allir skyldu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, heldur átti hann að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann var að koma í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann og heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar og hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans, sem ekki eru af blóði, né af holdsvilja, né af mannsvilja, heldur af Guði gefnir. Og orðið varð hold, og hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem eingetins sonar frá föður. Í
Lofið Drottinn allar þjóðir, miklið og prísið hann allir líðir, því hans miskunnsemi og trúfesti er staðföst yfir oss eilíflega. Halleluja. Heyrið heilagt guðspjall jólanna samkvæmt Lúkasar guðspjalli sem hljóðar þannig. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin gjörð var þá Kýreníus var landsstjóri á Sýrlandi og fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Fór þá einnig Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, því að hann var af húsi og kynþætti Davíðs, til þess að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem þá var þunguð. En á meðan þau dvöldust þar kom að því að hún skyldi verða léttari, fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að það var eigi rúm fyrir þau í gistihúsinu. Og í þeirri byggð voru fjárhirdar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði í kringum þá og urðu þeir mjög hræddir. Og engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum, því að yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur Drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með þeim mönnum sem hann hefur velþóknun á. Amen.
kvöld berast orð og ómar jólanna með nýjum hætti nokkur hluta Íslands. Jól hafa verið haldin við margs konar aðstæður. Nú kemur í fyrsta sinn við sögu jólahalds á íslenskum heimilum sú nýjung í þjóðlífinu að hér íslenskt sjónvarp að komast á fót. Jafnframt sjónvarpað frá þessum stað inn í fyrstu helgi athöfn. Við byggjum Guð að blessa þann þátt í starfsemi þessara stofnunar sem hér með hafin. Við byggjum Guð að leiða og blessa hverja helgistund í sjónvarpssal. Og í bænvorði í kvöld einnig fólgin fyrirbæn fyrir allri starfsemi á vegum hins íslenska sjónvarps. Drottinn styðji þennan vísi til vaxtar og giftu svo að hann verði íslenskri hugsun og menningu til þroska og ábata. Drottinn leiði þá sem falin og falin verður forsjá þessara stofnunar. Drottinn góður Guð vaki yfir öllu sem hingað fengið til flutnings og héðan fer. Drottinn góður Guð geri þetta öfluga tæki að verkfæri í sinni hendi til þess að efla gæfu og göfgi, veita heilnæma gleði, gera heimilin farsælli, vekja þeim sem ungir eru námfýsi á það sem fagurt og gott. Guð vors lands, láti þau áhrif sem héðan berast stuðla að því að hér verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár sem þroskast á Guðsríkisbraut. Í friði helgrar nætur gengur kirkja Íslands inn í þessi salarkynni og lýsir fríði Guðs og blessun Guðs yfir þeim og öllum sem hér eiga að starfa og yfir öllum þeim heimilum og mannavistum sem nú eru og síðar verða tengd því sem hér fer fram. Það ekki sjónvarpið út af fyrir sig sem þessi stund helguð. Nú eru heilög jól. Af því tilefni tala ég og horfir þú og hlustar í kvöld. Þegar Albert Schweitzer tók á móti friðarverðlaunum Nóbels í Oslo og hneigði sig fyrir Ólafi Noregs konungi, varð konungi að orði: það ég sem á að hneigja mig fyrir yður. Sú tign sem hásæti og kóróna tákna bliknar fyrir hátign göfugs hugarfars og kærleiks þjónustu. Það vildi konungur segja og við erum öll á sama máli. Heilög jól eiga upptök sín í miklum fjarska. Djúpt að baki þeirrar nútíðar sem við fæddumst til fjárhús Jata með nýfæddu barni í reifum. Langt handan þeirra leiftra sem lýsa upp tækið fyrir framan þig fyrsta augna tillit lítils sveins sem að fæðast þessa nótt. Óra fjærri nóttin sú, en hún hefur borið birtu og ill, meðan sólir risu og hnígu og aldir runnu á aldir ofan. Birtan frá þessu barni hefur lýst upp 1000 sinnum 1000 nætur og brosað án afláts við augum sem í endalausri keðju kynslóða hafa opnast og brostið, vaknað og slokknað. Hvar veist þú þá hátign valds eða tækni að henni bæri ekki að hneigja sig í auðmýkt við þessa jötu og segja: hér á ég að lúta, krjúpa hér.
Það sem gerðist fyrstu jólanótt hefur mótast í myndir í hugarheimum mannkyns, ekki eins og þær svipulu sýnir sem varpað er til þín héðan í kvöld. Það hefur greifst í hjörtun og orðið þar lifandi afl, uppspretta hugsjóna og vona, orkulind, áræðis og dáða, kveikja hugrekkis og hugargöfgi, fórnarlundar og kærleika. Ljóminn frá því lífi sem snauð móðir hlúði í myrku fjárskýli hefur boðað dag dimma jörð í 19 aldir. Sá dagur hefur ekki sigrað, en hann mun ekki að kvöldi líða. Hann á ekki kvöld, því hans sól er dýrð Guðs í upphæðum og hún verður ekki slökkt. Hans sól er Jesús Kristur, ljómi Guðs dýrðar og ímynd veru hans. Það líf sem með honum bjó er og verður ljós mannanna. Myrkrið flýr það, myrkrið tekur ekki á móti því, en það slekkur það ekki. Og ekkert myrkur sem í þér kynni að dyljast eða þig að leika, getur orðið slíkt að ljósið hans geti ekki sigrað það. Sjónvarp og fjárhús jata, þar er langt í milli, tveir heimar aðskildir af alda hafi. Þó snertast þeir í kvöld, mætast í huga þér, og það veistu vel að þetta nýja undur tækninnar lítur undri jötunar, segir af mæla mætti eins og konungur forðum, það er ég sem á að hneigja mig fyrir þér. Ekki aðeins vegna þess sem þó skyldi ekki gleymast, að lífið er meira en vélin. Ekki aðeins vegna þess að eitt mannsbarn, til dæmis arababarn í Betlehem nútímans, eða svertingjabarn í Ródesíu, eða einn skakkeigur föðurleysingi í Víetnam, er dásamlegra undur en öll tækninnar furðuverk samanlögð. Þetta vitum vér. Það er eitt af því sem við vitum vegna þess að Jesús frá Nasaret fæddist, lifði hér og kenndi. Vitum það svo oft sem við afneitað í reynd og verki. Maðurinn sjálfur er meiri en undrin sem hann hugsar upp og nýtur. Mættu þau undrin sem hann hugsar upp þjóna honum í raun og ekki undiroka anda hans, ekki yfirþyrma mennskuna. En hann sem í jötu var lagður og krossi dó, stipar hærra sæti en hvert annað barn, hver annar meistari og sannleiksvitni. Það er ekki tilviljun að fjárhús jatan varð tignasta vagga veraldarsögunar og krossinn helgasta táknið. Frammi fyrir honum, í nánd hans, með mynd hans fyrir augum eins og hann lifði, starfaði, leið og dó. Finnum mér öll þetta sama, þér ætti ég að lúta, þig ætti ég að tigna, þér að fylgja og þjóna. Svo sannarlega sem er góða, miskunnsemin kærleikurinn birtist í þér í sinni fegurstu fullkomnu mynd. Saga þessa kvölds jólaguðspjallið brúar ekki aðeins aldanna höf, hún brúar djúpið milli himins og jarðar, milli Guðs og þín. Í öllum sínum barnslega einfaldleik rúmar hún stærstu staðreynd allra sögu.
yður frelsari fæddur. Jesús ekki ímynd mannlegs kærleiks í fyllsta vexti. Hann ekki vaxtarbroddur mannkyns. Guðs orð segir hann ímynd hins ósýnilega Guðs, sonur Guðs. Þess vegna kjarni jólanna, já kjarni kristinnar trúar þessi, yður frelsari fæddur, frelsari gefinn. Frelsari, hver færum að vera það? Hver getur bjargað öllum og öllu? Hver getur rift öllum illum álögum? Hver getur hnekkt blóðskuld Kains og annara bróðurbana? Hver getur hreinsað feril Heródesar og annara barnamorðingja og kúara? Hver getur umbætt það sem Pílatus gerði og allir hinir sem blinduðu samvisku sína? Hver megnar að breyta hatri og eitri í kærleik og líf? Hver leiðir mig og hver leiðir þig og alla jörð fram úr hverju myrkri til algers sigurs, algers ljós? Enginn nema Guð, sá kærleikur sem á öll úrræði og allt vill á sig leggja, jafnvel krossins smán og kvöl. Guð sá sem einn getur frelsað og hann vill það. Guð í Kristi. Guð kom sem bróðir þinn. Þetta eru jólin. Seneca, spekingurinn heiðni, sagði endur fyrir löngu að það sem mennirnir þörfnuðust væri hönd að ofan sem lyfti þeim upp. Sú hönd kom. Hún Jesús Kristur. Hún hér. Hún rétt fyrir í kvöld. Hún yfirgefur þig aldrei. Þetta vilja jólin segja þér. Þau koma ekki til þín á öldum ljósvakans. Þau birtast ekki í köldu hvítu skíni sjónvarpstætisins. Þau koma ekki á einni hverfulli hátíðarstundu. Þau koma þegar Kristur fær að tala í þögninni djúpu á bakvið hjartaslögin þín. Þau koma þegar andi hans fær að snerta anda þinn. Þau koma þegar þú leitar hans með börnum þeirra kirkju sem tilbýður hann, af því að hún veit hver hann hefur reynt hver hann Þegar vísindamaðurinn Sir James Simpson, hann sem meðal annars fann upp klóróformið, var spurður að því hverja hann teldi mestu uppgötvun sína, þá svaraði hann: mesta uppgötvun lífs míns var sú þegar ég fann Krist sem frelsara minn. Þetta sagði hann: sú uppgötvun öllum fær, mesta uppgötvun lífsins, því að ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi og verður frá eilífð til eilífðar. Friður drottins vors Jesú Krist sé með oss öllum. Biðjum nú saman öll, spennum greipar, lútum höfði, lokum augum, biðjum hver í hljóði. Biðjum frið í hjarta, frið í heimi.
Minnumst þeirra sem eiga bágt, syrgja, eru sjúkir, einmana, vonsviknir. Hugsum til sjómanna og annara sem eru ástvinum fjarri. Begi hver fyrir sér og sínum. Hugsum í þökk til þeirra sem hafa auðsýnt oss kærleika, hvort sem þeir eru lífs eða liðnir. Byggjum hjálp til þess að reynast þeim vel sem oss þykir vænt um. Byggjum hjálp til þess að halda heilagt, að börnin eignist hinna hljóðu sönnu gleði, að Jesús Kristur helgi og blessi heimili vor. Byggjum Guð að gefa oss trú, auka oss trú. Byggjum að Jesús Kristur komi og finni hjá oss opinn hug, hlýðið hjarta. Byggjum að lokum saman Faðir vor, byggjum öll upphátt. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takið postulegri blessun. Friður Guðs sem er aðri í öllum skilningi, varðveiti hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Amen.
some Rachel see. Hönd mín lofar Drottinn og minn andi gleður sig í Guði frelsara vorum. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi